Og þá komið að lið 5, það frumvarp til laga breytinga á lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, og það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Drögin af frumvarpinu sem nú liggja fyrir á samráðsgátt stjórnvalda taka til breytinga á lögum dýrasjúkdóma, lögum matvæli og lögum eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Í frumvarpinu meðal annars gert ráð fyrir heimildum til innflutnings á hráu, ófrosnu kjöti og ógerilsneyddum eggjum. Með því ríkisvaldið að bregðast við dómum EFTA-dómstólsins frá 2017 og Hæstaréttar Íslands frá 2018, en niðurstaða þeirra dóma var að íslensk lög og reglur sem kveða á að afla skuli leyfis fyrir innflutningi kjöts, eggja og mjólkurafurða og krafa frystingu kjöts brjóti í bága við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur farið landið og kynnt drögin á frumvarpinu fyrir landsmönnum og vil ég hrósa honum fyrir það framtak. Það er mjög vel gert. En samhliða frumvarpinu lögð fram aðgerðaáætlun í 12 liðum sem ætluð til að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Verði frumvarpið samþykkt verður gripið til þeirra aðgerða samhliða afnámi þess leyfisveitingakerfis sem nú gildir innflutning á kjöti og eggjum. Aðgerðaáætlunin er mikilvæg, en hún dugir ekki ein og sér. Auk þess sem gefin afar knappi tími til innleiðingar verði frumvarpið að veruleika. Það sem skortir í aðgerðaáætluninni meðal annars nauðsyn þess að meta samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar í samanburði við lönd ESB og komi tillögur hvernig megi jafna samkeppnisstöðu bænda hér á landi við kollega þeirra erlendis. Ein leið geti meðal annars verið sú að endurskoða tollverndina og yfirfara núverandi tollaskrá því nýr tollasamningur við ESB og frumvarpið sem til umfjöllunar og breytt fyrirkomulag við útboð á tollkvótum allt breytur sem fyrirséð að munu rýra afkomu íslenskra bænda. Frumvarpið eins og það lagt fram í dag tekur ekki nægilega á sérstöðu landsins sem byggir meðal annars á hreinleika búfjárstofna okkar. Við þurfum að verjast þessari ógn sem blasir við okkur vegna hugsanlegs sýklalyfjaónæmis. Með leyfi forseta þá langar mig að vitna hérna í texta frá Bændablaðinu 28. febrúar 2019. Landspræsprófessor við George Washington Háskóla í Bandaríkjunum kom inn á fundi sem haldið var á dögunum að það ríkti mikið andvaraleysi í heiminum vegna þess að æ fleiri gerðir af sýklalyfjum væru að verða óvirk vegna stöðugt öflugri ofurbaktería. Nú séum við að fara inn í tíma þar sem við getum ekki lengur læknað jafnvel algengustu sýkingar eins og í þvagblöðru með hefðbundnum sýklalyfjum þar sem komnar eru bakteríur sem hafa þol gegn þessum lyfjum. Segir hann stöðuna hafa gjörbreyst á undanfarnum 10 árum eftir því sem sýkingar eru erfiðari, stöðugt kostnaðarsamari fyrir heilbrigðiskerfið að meðhöndla sjúklinga og það leiddi til æ fleiri dauðsfalla. Sem dæmi má nefna þá sérstöðu sem íslenskur landbúnaður hefur hvað varðar heilbrigði og hreinleika að bara í Noregi notkun sýklalyfja í landbúnaði jafn lítil og hérlendis. Einnig má nefna að einungis eitt land í heiminum uppfyllir kröfur Íslands varðandi sjúkdómastöðu vegna innflutnings á erfðaefni til landsins. Svínabændum einungis heimilt að flytja inn djúpfryst svínasæði frá Noregi og fá afhent inn á bú eftir 30 daga sóttkví. Kostnaður við þetta ferli 15 til 20 faldur í samanburði við kollega okkar erlendis. Getur verið að við sem hugsanlega fórna gríðarlegum hagsmunum eiga þá að hættu að lýðheilsu landsmanna hraki og við munum þurfa að greiða skaðan síðan með hærri gjöldum í heilbrigðisþjónustu. Málið varðar lýðheilsu okkar og leið þann sjálfsagða rétt okkar að verja sérstöðu okkar búfjárstofna sem ef frumvarpið verður samþykkt standa ógnir af vegna sýklaónæmra baktería. Ég tel það afar áhugavert ef að samfélög sem byggja á gömlum grunni við framleiðslu á landbúnaðarvöru geti ekki varið sig. Í athugasemdum frumvarpsins sem lagt var fram árið 2009 kemur fram að innflutningsbanni sé viðhaldi með það markmiði að tryggja núverandi stöðu sjúkdómavarna vegna dýra og manna og sé þá ekki síst höfð í huga langvarandi einangrun búfjárstofna Íslands. Reynslan hafi sýnt að þeir geti verið sérlega næmir fyrir sjúkdómum sem litlum skaða valda í öðrum löndum. Þessi staða óbreytt í dag.
Þetta mál er stórt mál og mikilvægt málefni fyrir íbúa Akureyrar og sveitarfélagið í kring. Á Eyjafjarðarsvæðinu hefur matvælaframleiðsla lengi verið ein af mikilvægustu atvinnugreinunum. Akureyri er stór þéttbýlisstaður í miðju matvælaframleiðslu héraði með langa hefð fyrir úrvinnslu og annarri virðisaukandi starfsemi tengdri landbúnaði. Svo við setjum þetta í tölulegt samhengi, þá eru 300 manns sem starfa við úrvinnslu á landbúnaðarafurðum, kjöti, eggjum og mjólk hér á svæðinu. Í þjónustu tengdri landbúnaði þá erum við að tala um fóður, áburð, eldsneyti, flutninga, vélasölu og viðgerðir og önnur aðföng til landbúnaðar. Þar starfa 60–70 manns. Þetta er varlega áætlað allt saman. Þá eru ótalin öll afleidd störf. Í gegnum tíðina hefur Akureyri byggt afkomu sína hluta á þjónustu við þá aðila sem byggja afkomu sína á landbúnaði. Í skýrslu sem AFE vann í samstarfi við öll atvinnuþróunarfélögin og landshlutasamtök kom fram að heildarvelta landbúnaðar er 73 milljarðar. 16% þeirra tekna verða til hér á Norðurlandi eystra. Í atvinnustefnu Akureyrarbæjar má lesa eftirfarandi með leyfi forseta. Fyrirtæki á Akureyri verði í fararbroddi í þróun og framleiðslu matvæla á landsvísu. Bærinn verði þekktur sem miðstöð rannsókna og þróunar í íslenskum matvælaiðnaði og skapi þannig fjölda nýrra starfa bæði á sviði hátækni og framleiðslu í greininni. Fjölbreytt atvinnutækifæri eru forsenda öflugs atvinnulífs og þar með þess að bærinn okkar sé eftirsóttur búsetukostur fyrir alla sem þar vilja búa. Íslenski bændur eru að ég best veit óhræddir við samkeppnina. Sé hún byggð á sambærilegum og sanngjörnum samkeppnisgrundvelli. Kröfur aðbúnað dýra og sýklalyfjanotkun er allt önnur en gengur að gerist í löndum meðal annars innan EES. Staðreyndin er sú að við erum að keppa við framleiðslu þar sem sýklalyfjanotkun í landbúnaði er alltaf 80-föld miðað við það sem hér er hérlendis og hormónugjöf er hluti af daglegum rekstri. Auk þess sem launakostnaður er verulega lægri erlendis en hér heima, auk þess sem reglur aðbúnað og dýravelferð ganga mun lengra en víðast annars staðar. En títtrætt hinn mikla ávinning landsmanna verði frjáls innflutningur á hráu kjöti leyfður. Við vitum ekki í dag hvað afleiðingar slíkt hefði í för með sér, en samkvæmt greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu er ávinningurinn 900 milljónir. Ef við reiknum það niður á hvern og einn landsmann, þá erum við að tala 2520 krónur. Það er ekki meira. Það nægir ekki fyrir heimsendri pítsu. Í greinargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir að samdráttur í tekjum framleiðanda landbúnaðarafurða verði 500–600 milljónir. En svo erum við með útreikningar sem Deloitte gerðu og þá er það metið að tekjutap kjötframleiðanda geti numið alltaf 2 milljörðum. Það er einhver skekkja þarna á milli. En það er alveg ljóst að þegar kemur að heilnæmi og sýklalyfjanotkun er íslenski búfjárstofninn í algjöru sérstöðu heimsvísu. Það er sorglegt ef við fórnum gríðarlegum langtíma hagsmunum og sérstöðu fyrir minni skammtíma hagsmuni örfára einstaklinga. Sérstaða okkar byggir meðal annars á hreinleiki búfjárstofn okkar og við þurfum að verjast þeirri ógn sem blasir við vegna hugsanlegs sýklalyfjaónæmis. Auk þess en það er ófyrirséð hvað áhrif þetta mun hafa á eina stærstu atvinnugrein þjóðarinnar verði frumvarpið að veruleika. Því að frumvarpið eins og það er lagt fram í dag tekur ekki nægilega á þessum þáttum. Að því sögðu vil ég leggja fram eftirfarandi bókun, en bæjarfulltrúar B-lista hvetja stjórnvöld til að kanna hvort endurskoða megi ákvæðina EES-samningsins með það markmið að hægt vera að tryggja áframhaldandi sérstöðu Íslands hvað varðar heilbrigði búfjárstofna og lága tíðni sýkinga af völdum fjölónæmra baktería. Matvælaöryggi og lýðheilsa eiga alltaf að vega þyngra en viðskipta hagsmunir. Áhyggjuefni er hversu skammt á vegu undirbúningu fyrirhugaðra mótvægisaðgerða er komin. Aðgerðaáætlun kemur inn á mikilvæg atriði en dugir ekki ein og sér, auk þess sem gefin er afar knappur tími til innleiðingar. Verði frumvarpið að veruleika mun það hafa neikvæð áhrif á starfsumhverfi landbúnaðarins. Á Akureyri má áætla að á 400 störf séu beint afleidd af landbúnaði, þar af 220 í kjötvinnslu. Landbúnaður er ein megin undirstaða atvinnu á landsbyggðinni. Óábyrgt væri stjórnvöldum að samþykkja frumvarp sem hefur slíkar afleiðingar án þess að tryggja samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar, endurskoða tollasamninga og móta framtíðarsýn
fyrir atvinnugreinina. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins til að leggja orð í belg hérna þetta mál vegna þess að ég held við þurfum aðeins að vera á jörðinni hvað þetta varðar. Ég sótti umræddan fund eða einn af þessum fundum sem að landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra er að halda núna út í Hlíðarbæ hérna daginn og þar voru, ef ég man rétt, bæjarfulltrúi Ingibjörg og bæjarfulltrúi Hilda Jana einnig. Þar var þéttsetinn bekkur eins og ekki sem meira sagt og margt rætt, en það er alveg rétt. Ég vil hrósa líka landbúnaðarráðherra fyrir þessa fundi því að þarna gefst heilmikið tækifæri til að ræða máli. Ég velti svona fyrir mér hvað það er sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg er að vísa til hérna, að þær aðgerðir sem að fram eru komnar dugi ekki til. Það hefur raun og veru og kom ekki fram á þessu fundi að meina ég varðar ein einasta tillaga til viðbótar það hvað ætti að gera í raun miðað við það sem að lagt er fram í frumvarpinu, því að það má kannski orða þannig að þessar aðgerðir sem eru áætlaðar í 12 liðum séu nú frekar til þess að verja landi fyrir þeim vágesti sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg er að ræða hér sem eru sýklar og sýklaofnæmi og þar fram undir götum, frekar en þær aðgerðir sem eru viðhafðar í dag. Því að frystingin hefur engin áhrif á sýklaofnæmi, það hafa fræðimenn komið fram og bara fullyrt og er rétt eftir því sem að ég veit best. Hins vegar þá er það alveg rétt og ég held að það komi mjög skýrt fram í greinargerð með frumvarpinu að það er mjög líklegt að þessi innflutningur muni hafa áhrif á íslenska landbúnað. Alveg hreint eins og gerðist þegar innflutningur á grænmeti var gefinn frjáls á sínum tíma. Og það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að hafa í huga, en hér er líka lagðar til aðgerðir til að koma til móts við það og menn eru enn að velta fyrir sér enn frekari aðgerðum. Og þá kannski komið að því sem er kannski grundvallaratriði og framkvæmdastjóri Norðlenska kom inn á þessum fundi, að það sem er náttúrulega stærsti munurinn varðandi verðlagninguna á innfluttu kjöti og innlendu er náttúrulega launakostnaðurinn á bakvið hvert framleitt kíló. Og hann tók sem dæmi að launakostnaður hér væri einhverstaðar í kringum $14, ég man ekki hvort það var á klukkustund, á meðan $11 í Þýskalandi og jafnvel $7 á Spáni. Þetta er bara gríðarlegur munur. Og það er þetta sem er að valda því ef að verður að þessi innflutta vara verður þó ódýrari. En þá verðum við aðeins að koma að þessu sem lagt hérna upp í áætlunni með fræðsluna. Já, ætlum við bara að kaupa kjöt af því að það er ódýrara eða erum við að kaupa kjöt af því að það er heilbrigðara og þar með það er stýrara. Nú veit ég til þess að Norðlenska hefur verið að upprunamerkja nautakjöt sem dæmi og flutta suður upprunamerkt með þess að frá bæ. Þar sem að þú getur bara gengið að því vísu hvernig staðið er ræktun og öðru slíku og uppeldi viðkomandi nautha og en ég veit ekki til þess að verslunin fyrir sunnan sé endilega með þessar upprunamerkingar alltaf við hendina þegar þeir fá þetta til sín. Þar með er búið að klippa á ákveðna fræðslu, ákveðna upplýsingagjöf sem þarf að sjálfsögðu að taka á og ætlunin er að taka á. Ég get alveg tekið undir það, maður hefur svona ákveðna áhyggjur af þessu hvað varðar þessa þætti. Ég er miklu rólegra margan hátt gagnvart þessu sýkingadæmi og þarframandi götum eftir að ég fór að kynna við málið.
Það hefur verið vaðandi hér uppi bara tóm della hvað það varðar í umræðinni. Og þá velti ég hins vegar fyrir mig hinu. Nú erum við farin að fara erlendis. Bæjarfulltrúi Þórhalli var nú erlendis bara hann til í morgun og var þar að borða kjöt og aðrar erlendar vörur. Hann bara býsna hress hérna í dag. Og ég sé ekki betur en að jafnvel þeir sem eru harðastir gegn þessum frumvarpi, það megin ekki flytja inn innflutt kjöt vegna þess að það er stór hættulegt. Þeir dveljist jafnvel á suðrænum eyjum svo vikum og mánuðum skiptir og innbyrði þar slíka vöru alveg hreint í tonnavís og koma bara heilir heim. Þetta er ótrúlegt. Ég verða aðeins að nefna þetta. En ég er hins vegar skil áhyggjurnar varðandi landbúnaðinn og það er eitthvað sem við þurfum að bregðast við. Hins vegar vil ég líka benda á það að forsætisráðuneytið er nýbúið að opinbera skýrslu Ísland og 4. iðnbyltinguna. Þar kemur meðal annars fram að sjálfvirknivæðingin, til dæmis í landbúnaði, hún eigi eftir að verða mjög mikil og mjög hröð og hún er þegar orðin mjög mikil því að nú eru menn að reisa stór kúabú með 2 mjaltaþjónum og þar sem áður voru kannski 6 til 10 manns að vinna, það er kannski 1 til 2 að sinna ákveðna verkum. Þannig að við þurfum að horfa til þess líka og þurfum aðeins að hafa það í huga þegar við erum að tala um að þurfum að vernda störf. Að störfin eiga eftir að verða vélvædd í meira og meira mæli. Og svo bara rétt að lokum, það sem er náttúrulega undir í þessu máli er númer 1, 2 og 3 það að við vorum dæmd til þess á alþjóðlegum dómstóli eða EFTA-dómstólnum að við til að breyta þessu. Það er bara einfalt mál. Ef við ætlum ekki að breyta þessu, þá eigum við á hættu að það verði brugðist við með aðgerðum til dæmis gegn innflutningi á fiski og öðrum afurðum sem við bara höfum gríðarlega hagsmuni af erlendis. Og svona rétt innlegg í umræðuna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og ég ætla að færa varaforseta stjórnfundarins og biðja orðið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst þetta áhugavert mál fyrir margra hluta sakir en ég hef kannski farið svona helst í að skoða það með þeim gleraugum sem tengjast atvinnulífinu á svæðinu og breytingum og það sem er kannski áhugavert að vita er að landbúnaðurinn á Eyþingssvæðinu veltir 27 milljörðum króna á ári og í Eyjafirði 20 milljörðum og störfin á bilinu 12 til 1300 og þá erum við ekki að telja afleitu störfin eða tekjur. Samkvæmt þessu frumvarpi eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á þá er áætlaðar ábati neytenda áætlaður 900 milljónir króna en á sama tíma má gera ráð fyrir að heildarsamdráttur í tekjum innlendra framleiðenda á landbúnaðarafurðum verðum 500 til 600 milljónir króna á meðan að á þessari aðlögun stendur og það sem að mér er allavega hugleikið sérstaklega er hvað þýðir þetta fyrir okkur, hvað þýðir þetta fyrir þetta svæði. Þetta frumvarp og þetta tiltekna frumvarp er líka kannski bara einn hluti eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason nefndi áðan hvað varðar sjálfvirknivæðingu, hvað varðar alþjóðlega markaði og svo framvegis þá erum við auðvitað á breytingatímum og við höfum séð þetta gerast í sjávarútvegi heldur betur og væntanlega sjáum það gera slíkt hið sama í landbúnaði og það sem að maður ég helst hugsa er og hvað svo, það er svo margir sem segja og við munum eftir umræðinu í kringum álverin eitthvað annað og þegar maður skoðar mótvægisaðgerðirnar þá fór ég aðeins að hugsa hvað þýðir sem mótvægisaðgerðir fyrir atvinnulífi til dæmis á okkar norðaustur svæði er verið að horfa eitthvað til þess. Ég hugsaði til dæmis í kjölfarið starfsemi Matís sem hefur farið verulega frá Akureyri og það mun mæða á þeim, vonandi sjáum við einhverjar breytingar á störfum þar.
mögulegur matvælasjóður sem á að styðja við nýsköpun og þróun í innlendri matvælaframleiðslu sem á að vera eldur samkvæmt mótvægisaðgerðunum. Væri líka spennandi að sjá hvort að hann væri með einhverjum hætti hér norðanlands ef að það einhver starfsemi á bakvið hann. Maður er líka velt fyrir sér hvort að í þessum mótvægisaðgerðum ætti að vera meiri markaðssetning og fjármunir hreinlega í markaðssetningu. En það er auðvitað alveg rétt að auðvitað fer maður að hugsa að þetta nú kannski ekki ofsalega sanngjörn staða að sitja við að það eru heimildir fyrir bæði aðbúnaði dýra og lyfja erlendi sem eru ekki með sama hætti og hér. Síðan mér líka hugleikin kannski matvöruverslana á Íslandi búum við náttúrulega við ákveðna fákeppni. Það eru mjög fáir að kaupa, kannski 3 aðilar og þeir til dæmis setja töluverða kröfur á, segjum til dæmis skil á vörum gagnvart innlendum framleiðendum sem að þeir gætu í rauninni aldrei gert gagnvart stórum erlendum aðilum og hvað þá að fara að tala að henda út heilu og hálfu vöruflokkunum eins og við höfum heyrt í sumum flokkum. Þannig að auðvitað hef ég velt í fyrir mér þyrfti að ganga lengra í þessum mótvægisaðgerðum, ættu þeir að vera komnar líka bara miklu lengra á veg, ættu þeir að vera löngu byrjaðar og síðan að sérstaklega verði horft til atvinnulífsins og þá kannski að því að ég mun ræða stefnumótandi byggðaáætlun hérna á eftir að hefði átt að vera inn í henni, ekki síst í kjölfar þess sem að gerast bæði að varða bara í landbúnaðinum almennt, að það væri á þeim svæðum þar sem að þetta mun hafa áhrif á atvinnulífi landbúnaði að það væri sett aðeins ekstra í mótvægisaðgerðir fyrir atvinnulífið. Síðan náttúrulega auðvitað blandast inn í alls konar hlutir eins og hvort að eftir að ef að Bretland gengur úr ESB, hvort að samningsaðili Íslands sé sá sami fyrir og eftir hvað varðar magn á tollum. Þar að segja að við erum með gagnvirkan samning á held í 3.000 tonn ef ég man rétt. Við erum kannski að flytja bara út 800, það er flutt inn 3.000, síðan fer Bretland út úr Evrópusambandinu, gerist það, að þá þurfum við að semja við Bretland líka, þá er kannski verið spurningum að það komi 1.000 tonn þar að auki, sem eru alltaf í norðu þá 4.000 inn og bara 800 út, þannig að það eru auðvitað gæti alveg verið á einhverju tímapunkti væru svona ákveðnar samningsforsendur brostnar. En ég er kannski aðalega að hugsa að ég hef áhyggjur af stöðugreinarinnar og í rauninni atvinnulífsins. Það er kannski það sem að mér finnst mikilvægast að ræða hérna á þessum vettvangi þessar bæjarstjórnar hér á Akureyri hvað þýðir þetta fyrir nágrannasveitarfélögin okkar, hvað þýðir þetta fyrir okkur, hvað gerist næst, verið að bregðast nægilega vel við og ég óttast að það sé ekki alveg nægilega mikið. Ég hins vegar leggst ekki beint gegn frumvarpinu enda held ég að við séum bara uppi vegg við að samþykkja það og standa við þá samninga sem við höfum gert. En ég myndi vilja að mótvægisaðgerðirnar tækju líka mið af atvinnulífi ólíkra svæða þar sem landbúnaðurinn hvað sterkastur. En ég til alveg ástæðu til þess að hafa áhyggjur og þetta er atvinnugreinin sem að líka byggir landið og þannig að þetta svona, það eru margir fletir en mér finnst gott að við ræðum þetta. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir hefur lokið málinu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara til að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir að taka málið á dagskrá. Þetta kemur okkur kannski einmitt eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á svona óbeint við að sumu leyti, en auðvitað líka beint við að því leyti að við erum kjörnir fulltrúar og eigum að hafa þetta bara hagsmuni almennings að leiðarljósi og í því samhengi þá langar mig bara til að lýsa því yfir að ég bara tek undir þessa bókun sem að Framsóknar fólk hefur lagt hérna fram. Ég veit ekkert alveg hvort að ég að taka, hvort að ég að leggja til þessa bókun á sömu forsendum og bæjarfulltrúar Framsóknar flokksins. Ég er svona aðeins minni áhyggjur endilega af bændastéttinni sem slíkri eða atvinnulífinu. Ég hef eins og samt kemur líka fram í bókunni gríðarlegan áhyggjur af lýðheilsu og heilsufari og mér langar að segja að því að mér finnst svona, maður er kannski pínu á mörkunum að hljóma eins og hefur nú stundum verið svo skemmtilega að tekja til orða
boðskap Vinstri grænna hérna áður fyrr, áður en að fólk fatta að við höfum ýmislegt rétt fyrir okkur, á bara að fara aftur í torfkofana. Og bara í því tilefni þá vil ég bara segja að það er sama með tækniþróun og með svona alþjóðavæðinguna að þetta hefur kost og galla og við erum alveg í þeirri stöðu að nýta kostina og velja frá gallana. Það er að segja með upplýstri ákvarðanatöku þá getum við og einmitt með því að taka mark á þeirri þekkingu og þeim staðrendum og vísindum og rannsóknum sem eru til. Ef við höfum það að leiðarljósi þá getum við sniðið miklu betur hjá göllunum sem að þetta hvoru tveggja tækniþróun og alþjóðavæðing hefur í för með sér. Og ég held að þetta sé dæmi þar sem við getum gert það. Við höfum fengið upplýsingar alls konar sjúkdómavarnir og hvernig framleiðslu háttað annars staðar og hvernig við höfum gert það hér. Ég langar ekki að segja að íslenski bændur sé eitthvað aftarlega á myrna en augljóslega verið að gera hlutina öðruvísi hérna mörguleyti nema þá helst kannski í Noregi eins og var nefnt. Sérstaklega hvað var það sýklalyfjanotkun með hormónanotkun með auðvitað fóður notkun. Okkar landbúnaður ótrúlega sjálfbær og að sumu leyti og nú vil ég bara segja að þetta alls eitt á ekki við alla bændur á Íslandi og svína- og kjúklingabændur til dæmis myndi ég segja í allt öðrum business heldur en til dæmis kinda og kú- og hrossabændur að mörgu leyti. En hins vegar þá mikil hluti af okkar landbúnaðar framleiðslu bara nánast til lífræn og sjálfbær og það rosalega gott og við eigum auðvitað að hafa það í huga akkurat og ég held að bara við eigum ekki að láta stilla okkur upp við einhvern vegg. Það bara, þú veist, við þurfum bara að standa í lappirnar með það. Ég ætla bara að segja, ég hef ólíkt því kannski sem að minn flokkur hefur haft að stefnu sinni, þá ég ægilega mikil Evrópu sinni og var það nú í laumi fyrst en svo fór þetta nú að slakast allt saman inn í okkur og nú getur maður sagt þetta bara svona í pontu á þess að vera rekkin flokknum. Nei, en það er svo margt sem að þetta snýst auðvitað menningarlegt samhengi, þú veist hvert við viljum halla okkur varðandi menningu, varðandi samstarf og við þurfum ekki einhvern veginn að missa sjálfstæðan ákvörðun rétt þó við viljum vera í mjög nánu samstarfi má segja eins og við Evrópuþjóðir og við ættum bara að láta reyna á það og það þannig eins og var auðvitað rakið að það eru ýmsar ástæður fyrir því akkur kjöt er ódýrara annars staðar en og það má segja að einmitt launakostnaðurinn er stór hluti. Við viljum hafa samfélagið okkar þannig að fólk sé á þokkalegum launum. Við viljum ekki vera eins og spánn þegar kemur að því hvernig við ætlum að framleiða okkar hluti vegna þess að þar kostnaðurinn, þegar kostnaðurinn fellur alltaf einhvers staðar. Og sumstaðar og í sumum vöruflokkum þá það þeir sem framleiðan sem að beinlínis bara taka á sig kostnaðinn. Það að segja með því að fá ekki almennileg laun, með því að hafa slæmar vinnuaðstæður, heilsuspillandi vinnumhverfi og fleira. Við höfum ekki ákveðið að taka þessa fórnir og þess vegna framleiðslukostnaður hærri Það er sama með sýklalyfjanotkun og hormónanotkun og allt þetta, einhver borgar. Og það þetta í þessu máli, kjötmálinu, þá það neytendur, þá það hluta til þeir sem að framleiða en að hluta til það neytendur og þeir sem að neyta vörunar sem að borga gjaldið. Og ég held, og ég get alveg skilið rökin sem bara en við verðum að fá ódýrt kjöt við verðum að fá ódýran mat af því við viljum að allir geti farið og keypt sér mat og kjöt og ég held bara ég nefnilega alveg þar. Ég vil alveg að allir geti farið svo lengi meðan við erum ekki orðin vegan öll sömul að fólk geti bara óháð fjárhagslegri stöðu farið og keypt sér í matinn en ekki bara þannig ég sem að ekki orðin vegan
geti farið og keypt mér einhverja sérvalda nautalund sem ég veit hvað nautið hét, sem æðislegt, en það kostar sitt. Og við getum örugglega fundið upp á öðrum leiðum til þess að gera jafnræði þarna. Vegna þess að allavega ættum við ekki að taka svona ákvarðanir á þess að viðurkenna það, að það hefur áhrif á heilsufar maturinn og gæði matarins sem að fólk lætur ofan í sig. Þannig að hver borgar og hverjir eru viðskiptahagsmunir, við skulum bara, hafa það í huga því að það það sem þetta snýst Og varðandi þennan skemmtilega brandara að fólk bara fari til útlanda í stríðustraumum og borða bara kjöt og komi bara eldreist heim, að þá það auðvitað bara þannig að það langvarandi neysla sem að skipti máli. Þá eru áhrifin koma fram við langvarandi neyslu og auðvitað þannig að þegar fólk fer til útlanda þá líka oft gera það vel við sig. Það kaupa einmitt kannski góða kjöti í útlandunum og kannski þess vegna kemur svona sprellrest heim. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér svolítið sérstætt að sjá þetta mál á dagskrá fyrst. Ég held þetta kannski, við hefum lítið þetta að segja sem slíkt, en ég nú alveg bændamaður til að verja þá alveg til hins ítrasta. Og ég tel að við eigum að reyna að halda hreinleika okkar í þessu sem öðru. Við eigum ekki að kasta þessu frá okkur. Ég datt nú inn í sjónvarpsþátt daginn þar sem að einhver vísindamaður talaði það að árið 2050 þá yrði einmitt veikind út af mat meiri vá heldur en nokkuð krabbamein í heiminum. Þannig að ég held að þetta sé ekki að þetta taki eitthvað léttúðvægt að matur flæði inn óhindrað. Þetta orðið þegar vandamál í Evrópu, þar sem flæðir ódýr kjöt frá löndum sem ekkert eftirlit með inn í Vestur-Evrópu. Og ég held að við eigum ekki að taka þátt í þeim leik. Því vil ég taka undir þessa bókun. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, langar bara þakka fyrir áhugaverðar umræður. Þetta sýnir kannski bara hversu mikið og stórt mál þetta en mér langar svona aðeins að koma til þess að bregðast við orðin bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasonar þegar hann spurði mig hvaða aðgerð það væri sem duði ekki til. En ráðherra leggur fram með frumvarpinu 12 aðgerðir það hvernig hann ætlar framfylgja þessu og sumar að byrja að undirbúa, sumar þetta beint í gagnið verði frumvarpið samþykkt og aðrar munu taka eitthvað lengri tíma. En í rauninni koma þessar aðgerðir lítið inn á það hvernig við ætlum að bæta samkeppnisstöðu bænda verði frumvarpið samþykkt. Það hvergi í rauninni komið inn á það hvernig við ætlum að bregðast við þeim kröfum sem við gerum varðandi sýklalyfjanotkun, varðandi kröfur aðbúnað dýra sem við gerum á íslenska bændur og ekki sambærilega erlendis. Þetta svolítið stór mál sem þarf að taka tillit til þurfum viljum við réttlæta samkeppnisstöðuna. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom aðeins inn á það að launakostnaðurinn væri munurinn í rauninni á verðlagningunni á kjötinu. Það að miklu leyti rétt og Noregur brá á það ráð að hækka tollana sína til þess að mæta þessu. Og það virkaði. Og það svona spurningin hvaða leið rétt. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom líka inn á það að það hefði enga tillögur komið inn á fundinum sem að ráðherra hélt. Hann kom líka bara skýrt fram á það í máli sínu að hann vildi kannski ekki fá mikla tillögu þarna, hann vísaði þessu öll á samráðsgáttina. Hann gerir ráð fyrir því að þeir sem að bóka og koma athugasemdum á framfæri munu setja það bara inn á samráðsgáttina. En hann óskaði líka eftir tillögu. Hann vildi fá það fram og þetta svona bara gott að eiga þessa umræðu. En mér langar aðeins taka undir þetta líka, ég hef búin að skrifa hjá mér að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði að hann væri rólegri eftir að hann væri búin að kynna sér máli varðandi sýklalyfjaónæmi. Og einmitt vísaði það að bæjarfulltrúi Þórhallur hefði komið býsna sprækur eftir utanlandsferð. Spurning hvort hann hefði átt að lesa aðeins lengra. Þá hefðum við séð það einmitt að eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á og þá það í rauninni þannig að sýklalyfjaónæmi það ávinnst með tímanum. Þetta gerist ekki bara yfir eina nótt.
En það er svona spurning hvort að við leggjum þetta fram við B-lista eða hvort að þið viljið taka undir. Já, þá leggjum við þetta bara fram, þá bara leggjum fram breytingu á bókunni að bæjarfulltrúar B-lista, VAF-lista og M-lista hvetji íslensk stjórnvöld og þar fram eftir götunum. Þá bara líki máli mínu. Takk kærlega fyrir góðar umræður. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt. Já, ég er rólegri vegna þess að þær aðgerðir sem á að grípa til, þær eru miklu strangar og ganga miklu lengra heldur en gengið í dag. Og það einhver svona mýta í gangi það, hér eiga kjöt að flæða inn á markaðinn óhindrað. Það verður ekki þannig. Það eins og það eigi að vera eftirlitslaust, það ekki þannig. Það bara ekkert sem bendir til þess. Og það hefur komið skýrt fram að það verða að gera það sömu kröfur, það búið að fá samþykki fyrir því hjá Evrópusambandinu að það verði að gera það sömu kröfur hér til kjöts eins og Norðmenn að gera og sömu kröfur og við erum að gera til okkar framleiðslu. Við erum með stöðugt eftirlit með okkar framleiðslu. Það að segja alifuglaframleiðslunni kannski ekki öðru. Eins og kom fram á þessum fundi að menn viti ekki mikið það hvernig ástandi á nautakjöti, svínakjöti eða kindakjöti í sjálfu sér þó það hafi reynda komið fram að það verið að gera slíkar athuganir í kjötvinnslunni sem eru bara ekki tekna gildar af einhverjum ástæðum. Þannig að heilbrigði kjötsins það liggur ekki endilega alveg 100% fyrir. Og mér finnst ég ekki að gera lítið úr sýklaónæminu, en málið að mann halda einhvern veginn virðist vera að frystingin hafi einhver áhrif á það. Bara engin. Margt komið fram, hefur engin áhrif. Ég veit ekki hvað menn hafa það. Það komið fram bara fræðimenn hér, viðurkenndi fræðimenn og forstöðumenn stofnana sem bara fullyrt það hefur ekki áhrif. Þannig að það ekki vörn fyrir sýklaónæmi að frysta kjöt. Bara ránt. Það bara ránt. Og þetta bara eitthvað sem ég held að menn verða eins að hugleiða þegar að menn fara yfir þetta. Hins vegar ætla ég ekki gera lítið úr því að það sjálfsagt að menn vandi sig við þetta og gera þetta vel og við þurfum að verja landbúnaðinn og það tillaga í aðgerðunum það að koma hér á fót og styrkja sjóði sem að koma innlendri framleiðslu til aðstóðar og styrkja hana. Þannig að það verið að hugsa fyrir því. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara rétt örstutt til þess að bregðast við. Varðandi eftirlitið, þá kemur það fram í greinagerðinni að það verið að gera grein fyrir því að það verið að gera ráð fyrir því að eftirlitsskyldan sé í upprunalandinu hjá kjötinu. Meðal annars varðandi alifuglakjöt þá tekið sýni á ræktunartímabilinu en ekki við sláturinn. Það ýmislegt sem getur gerst á þessu tímabili. Kjötið flutt inn. Varðandi frystinguna, jú, það alveg rétt, hún drepur ekki sýklana sem valda ónæminu, en hún drepur kampófílobakteríuna og salmonelluna, en það sem kannski helst sem að frystingin gerir að hún tefur kjötið. Að koma upp sýking á kjötinu, þá hægt að rekja það og stoppa það áður en að kemur til landsins. Að ef að biðin ekki til staðar, þá nær kjötið að koma til markaðins hér á Íslandi. Þannig að það kannski það sem verið að meina varðandi frystinguna, að það tíminn sjálfur en ekki frystingin. En svo líka bara gaman að sjá að það kom fram skoðanakönnun í dag þar sem 50% Íslendinga eru á mótfallnir innflutningi á ferskum kjötvörum. Bara gaman að nefna hér. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu orðið laust. Það sem ekki fleiri hafa hvatt sér hljóðs, þá segjum við þessum lið lokið.